Epic heilsar ykkur á þessum sunnudegi. Það Teddy Ponsa sem að heilsar og með mér Hjörvar Hafliðason, Naflinn og sjálfur Mækarinn. Ísland spila sinn annan leik í dag á Evrópumótinu á móti Pólverjum eftir magnaðan sigur segi ég á móti Ítölum 39-26. Strákar, hvernig líður ykkur? Bara vel. Það ekki, eftir þessa sýningu á föstudaginn? Já, það voru mörgum spurningum svarað þarna á föstudaginn. Já, þið fannst það? já. Og við bara, þú veist, við erum á góðum stað og ég alveg við bara pökkum þessu saman og erum að fara að gera það aftur í dag. Það var ekki svona það sem þú vildi sjá. Þetta var ekki, þú sem svona 90s krakki, þú veit svona vanur eins og Ítala og öflugan varnarleik, en það var kannski ekki alveg í boði, það sem þú sást. Ég sá ekki byrjununa, ég held að það var eitthvað hræðið í gangi eins og tjatti að þið voru alltaf römmandi. Já, við lendum undir náttúrulega. Það var jafnt eftir korter eða eitthvað. Í tjatti, ég sagði, yfir hverju að grenja? Þurfti ég að hlaupa þarna upp að tjekka hvernig staðan væri. Það var bara einhverjum fínum málum og grenjaði yfir. Já, við vorum ekki sáttir með byrjununa. Já, við gátum ekkert í byrjun. Nei, við vorum bara að fara illa með færin. Og bara Ellið og Óðinn voru bara Hjöppi veit að það stundum að vekja menn það var líka verið að klessa og gera nokkra sæðla hjá okkur þarna. Það var ákveðin menn að stilla svo út úr leiknum að í byrjun. Klikka Bóndardagslíf og Sjöpa til dæmis, það lítur til dæmis ekkert alltaf vel út með Elliða núna. Nei, hann var slagur, en hann verður trúlega frábær í kvöld held ég. En þessi vörn í tölunni var náttúrulega bara það bara katastrófa. Ég setti nú þetta saman spjallarni á okkur að þeir hefði bara, það hefði verið betra fyrir að setja bara keilur þetta í vörnina og spila bara sókn og hvíla sig í vörninni, því að á móti Íslandi, þú veist ef þú ætlar að fara í spretthlaup þá velur ekkit Ben Johnson til að taka sprettin við, skilur við, þú fer frekar í Rikka G eða eitthvað svoleiðis, þú veist, og þetta er svolítið þannig, erum við Gísla Þorgeir og svona gæja, spilum 1 og 1 á þú veist, maður á mann vörn og ég meina, ég held að til þess að móti ungverjunum í dag, þeir eru miklu meir erfiðleikum með þessa vörn heldur en Ísland, en á móti Íslandi það er ekkert líka heiminum, við hafa góður að spila á svona vörn, þannig að það er ekki alveg að markina leik, held ég. En Snorri má nefna það, hann svolítið feldi Napoleon hann á línunni hjá Ítölum á eigin bragði. Við vorum í smá brasen til að byrja með Elli, það var svona, Elli var svolítið svona þvælast fyrir, svolítið, við vorum í svona aðeins meira ströggli, svo fer hann og setur 4 fyrir utan, setur Elvar og dregur bara Elvar svolítið og nær þá þannig að teygja svolítið á þeim. Sem að ég var einmitt að tala þetta er mann myndi mögulega gera, fara í 7 og 6 sko. Nei, ég er ekki að tala 7 og 6, ég er að tala bara, hann var bara með 4 fyrir utan. 4 utan, já. 4 fyrir utan og náði að teygja það sundur, þá var Gísli bara sem er besti leikmaður 1 og 1 í heiminum. Bara móti ykkur gæja á 12 metrum og 3 metra sekur á megin. Já, og bara einhverju miklu þyngri gæjar og ég meina 90% af mörkunni var bara stökk inn einn á móti markmanni sko. Þú veist. Gegnum brot. Og svo fannst mér líka sko að við vorum nú að tala það voru eðilögu seðlar og það var helvítiðan Óðinn, ég vil nokkuð segja helvítið, þá hann gerir eitthvað í dag. Að mér fannst svolítið sko, veist, það var bara öll línan opin í þessari vörn, en það stóðust alltaf út í hotnamenni í stæðan fyrir að leysa inn á línuna sko. Það sem var alveg bara 20 metra pláss. Þannig að ég held, þú veist, við geta gert meiri í þessu leik, en ég held að það er ekkit annarlega að fara að spila svona mót okkur í þessu móti, einhverja svona vörn, þetta var bara algjört djók sko. Það var ekki bara svona, þú veist, þetta var próf, þú gast eða bara mest fengi 7 og við fengum bara 7. Þú þekki það nafli. Þetta gerur ekki að meira það. Nei, ég fekk sjaldan 7 líka. Hvað litur það? Þetta er bókstafur Ég ætla að ringi Ingu Sæland fá bókstafin en hún er að fara aftur í tölustafuna og henni hrósa mikið verið það bara besti menntamálróður á söguna því hún að fara aftur í tölustaf kannski gera aðeins meira það en kannski lesum við búið við erum ennþá með tölustaf allavega í handboltanum og við vinnum leikin á fleiri tölustöðum heldur en hitli gaman að sjá Gísla Þorgeir, hann er hugaður hvernig hann fer inn í að því að pappa svona ótrúlega chicken þú veist, við hefum ekki farið langt ofla með Sigga Sveinsson fyrir utan í Kanada en Gísli með eistun sem hann hafði aldrei Kristján, hann var alltaf minn maður hann var alltaf meittur og eitthvað veist, þessi bara læt sér vaða á ég held reyndar að Gísli Þorgeir sem fór að mun meira meittur heldur en Kristján Ara sko var hann ekki alltaf meittur á þessu stórmöndum? Nei axlavissin á honum já, hann var ekkert mikið meittur hann var erst í beðinu allir að sjá okkur, hvorum með stærri bóls Gísli eða Pappars?
Bara línan 2,5 Ég set á pappans Já. Það var allt betur En mér spóla Það var allt betur kannan þetta Nei, hann spila bara alltaf öðru í handbolta Nei, Hjörvar Þú ákast að fara í markið í fótboltaði og veist að þú hlaupa minna þar heldur en á miðinu sko. Ef þú er á miðinu þá verður þurft að vera í út Ég vissi að bara leikinni ráðast í teigurum 2 Já, en málið það Coast to coast að pappans Gísla Þorgeir var náttúrulega, hann gæti aldrei að fara út af í vörð sko. Hann spilaði 60 mínútur Kaupaness leik Gísli Þorgeir, þetta var alveg luxus að þurfa aldrei að spila vörð sko. Geta bara setið og hort sko. Já, en það var labbað í handbolta í kannan dag sko. Þá skoruðu við bara, svo var bara labbað í róleitunum Já, við skulum ekki vann með þetta tókum við Dana leik sem varum að tala daginn þegar við þurftum, þegar við mættum bara með einn hótnamann svo var Bjarni frændi með Guðmundsson ekki að standa svona vel, það var bara Steinar Birgis okkar maður, hann var þetta í gamla dag en jú, það var ekki jafn mikill hraði en þú var samt að spila vörn og var ekki erfið að spila vörn þá heldur en í dag þetta? Nei, ég held ekki Í dag? Það er ekki einn sóklingur í dag Já, það var svona aðeins harðara skilur, ég held að það er miklu að spila sókna þegar það mátti miklu meira varnarlega þú veist bara lamin eins og harðfiskur En Gísli Þorgeir var allan stórkostlegur í þessu leik hérna móti Ítalíu og vonandi heldur það bara og hann í toppformi Henda ánum vel, Nafli, ert þú að vakta tjattið? Heldur þú að naflinn sjáu Þetta er bílað Zít Býttu eftir ekki með hérna Hver er mínusinn plúsinn? Það er geðveik spurning Það er eitt að segja að hann vilja sjá mig bóla því hann segir sem er flotta handleiki og eitthvað svona En það er annar hérna Ég sé þetta ekki Hvernig metið þið stöðu Alfreðs Gísla hjá Þjóðverjunum eftir atvik gerðdagsins? Við ræðum eftir Þetta er sér segment í þettinum sko. Hún sem var í alla nótt að setja upp handriti bara út af þess atriði sko. Já, ég þurfti að talandi tjött sko, það logaði allt ég var einhver ammali þarna, ég þurfti bara að horfa á þetta var rosalegt Það var ekkert að fá naflan til að hjálpa sér, hann var einhver Sophie Keflæk þannig að Var það pubquiz? Nei, það var bara Þorrablott bara hitta mennina Alveg kongur En bara svona við klárum að leik bara, við ekki svona sátti með flest alla, ég meina Óðinn hann klúraði bildinum hjá mér það datt allt annað Já, Óðinn klúraði, hann það var bara ekki hann bara klúraði 10-3 skotum og í svona leik Já, það voru ekki að fá okkur og mikið að færa Já, hann fekk 2-3 Já, í byrjun leiks og síðan voru eitt í setna áleik byrjuð sér Óðinn sko en ég meina hotnamenn hinnum með 9 skot og 9 mörk og maður gerir kröf á það í svona leik það er allt ekki galopið Þetta var líka dauða ég er að segja það sko Þetta var ekkit eitthvað inn á demantinu sko Teitur var líka fór illa með nokkuð færi og svo voru Gaupi og fleiri Valur handbolti hann aðeins að vakna núna en hann var búin að tala þetta var einhver heimsklassa markmaður hjá Ítölum sko ég heyrði eitthvað viðtala hann þetta fyrir hann gaf náttúrulega ekkit í marki sko þannig að það er ekki þeim að frá Óðinu og Elli þannig að, en Elli var skelvilur í þessu leik, trúlega lélegast til landsleikur hann svo upphæði, hann var skelvilur og Óðinn Logi sagði reyndar Elli var góður Logi náttúrulega, það var bara hann var það ekki og Elli mér sem sagði það sjálfur sko. Já, mjög slagur Logi reyndar leit helviti vel út þarna í stofunni, hann var það sko Jakki sko en aðrir voru bara, skiluðu bara sína en ég minna, þú veist, þessi leikur er ekki að fara að gefa neitt í framhaldinu en þetta leit vel út Já, ég meina Janus hann kemur frábærinn fyrir mér hann er bara svona svolítið kongurinn í þessu liði þetta er svona sákaði sem ég fíla mest í þessu liði Já, getur farið yfir þetta aftur hann fekk náttúrulega þessar 2 tíma með Mike hann réttur í mót það er ekkert allir sem náði því downtown í dag ég fer 2 ára ári sko hann náði því svona stuttu fyrir hann var beisli bara að segja við mig að hann væri orðin kongurinn í þessu liði þarna, nýri bæ og ég meina hann alltaf þarf að vera því að Aron er farin sko Já, og hann stóð undir því Ómar á vítunum Orri náttúrulega var á vítunum í þessum æfingarleikjum hann Já voru ekki báðir? Orri tók 1 víti það bara Ómar var í refsingu Þau eru ekki með helviti uppjáðum Bjarka líka kongi, við hefum heldur mikið að vítaskita og ég veist ekki Óðinn getur tekið víti Já, við hefum ekki líka víti sko. En eitt Haukur Þrastason, hann nafli svona hans hlutur það virðist vera bara orðið ansi lítið í þessu liði Já, hann er samkvæmur sjálfur sér á Snorri að vera ekki að nota neitt og maður hélt kannski að myndi fá meira hlutverk í þessum leik sérstaklega þegar við vorum nú komin 10 mörgum yfir og svona en hlutverkjans Hauks er bara ekki neitt og hann það bara það er bara það er ekkert gefins í þessu þú átt ekkert skilið frekar nú vinnurinn og Haukur er ekkert sýnt okkur í bláu hann er eitthvað að gera meira ekki bláu, það er bara rétt ég spyr Hjörvar sko þú veist að ég getur tengt þetta við svo margt ég meina
þeir segja fekk, þú veist, einhver fáa mínútur ég minna eins og Janus bara að spila frábæli í þessu leik og þótt að leikur þessu unnin ákveður á hann eitthvað að vera að taka í sammálanaflunum, ákveður á hann eitthvað að taka hann út af því að leikurinn búinn, ef þú ert að spila frábæla þá heldur þau bara gaurunum inn á það ekki sem ég í stað fyrir að gefa hinum að sér fengu það alveg í restina en einhver er að kalla þetta að fá meiri tíma Janus var búinn að gera sitt það virkar ekki þannig það vilti ekki bara halda mönnum í taktir það líka af því að Haukur greinilega ekki dýna hlutverki sko. Nei og sérstaklega ekki þessum leik á móti Ítalíu ég sammála Arnari Daðavini mínum að ég bara ekki spila neitt bara sittu þú veist, varst ekki nógu góður en svo mátti Pólverjum sem að bara spila allt öðru í sambolta að þá þurfum við kannski að vera halda og þá eru líka að gera það þegar þurfum við sko á 20. mínútu og staðan er 8-7 eða eitthvað skilur en þetta var bara ekki að henda honum með þessi leikur hann hendaði þessum góðurum og fyrir mér átti þeir bara eiginlega klára leikin sko minnir þetta að hjóra vera á þegar Gerrard og Lampard gátu aldrei spila saman í enska landsliðinu á miðunni Já, þetta gerir þá við svona Hefur ekki fleiri svona dæmi á fótboltanum þar sem að tveir menn gátt ekki, var ekki oft talað með Óven og Fáler, get ekki spilað saman? Jú, en þetta samt ekki bara tveir menn það bara þessi handball sem Ítalíu spilaði hendur honum enga veginn, hann ekki búinn að vera nógu góður meðan að hinn að spila frábælu sem ég gerir þessum leik, þá eiga þær bara að vera inn á að því að þetta handbolti og þetta ekki svo í gamla daga sem bara að spila dag eftir dag nú alltaf einhverju dagar á milli, 1 jafnvel 2 þetta handball svo er annað þessu þeir ekki þreyttir í dag sko. Elvar spila með Magdeburg eins og Gísli og Ómar Janus var í Magdeburg með þeim sko. þannig að það eru þetta svona ætti að vera aukin kemistri og svo ertu með Viggo líka sem að hefur bara verið að standa sér mjög vel með aðsliðin og getur leist Ómar af og Ómarinn á miðjuna þannig að þú þarft ekkit fleiri en 5 leikmenn fyrir utan en svo kannski í dag þegar að sóknarleikurinn kannski styrðari eða móti ungverðum móti allt öðru í þessu vörn að þá þarf hann að koma og þegar hann kemur þá þarf hann líka með línusendingar þarf að geta nelt á markið og gert það sem að kannski hann betri í heldur en markið þarna út af því að hann stærri og þá þurfum við og ef hann klúra því þá verður hann bara sendur heim eftir ylakjöfn og svo þetta var Janus Nei sjáðu ef hann klúraði og Þorsteinn Leó sem myndi sem alltaf kom inn bara næstu klár í fyrsta leikir riðlakeppni þá Haukur ekki að spila mínútu meiri í þessum móti en hann þarf að nýta næstu 2 leikir hann mun spila meira held í þeim tveim heldur en í þessum en ætlum við geta að kalla annar mann inn fyrir Einar Þorsteini og hann bara eitthvað með eitthvað veikur hann náttúrulega með 17 menn þarna skiluru þeir handbolti ekki með 17 menn þú ert með 16 skýslu og þú veist eins og leiknum í gær hann hefði alveg geta hann þurfti ekki að nota alla leikmennina sko hann þurfti ekki að nota Hauk, hann þurfti ekki að nota andra þeir bara fengu mínu rustið í lokin sko inn fyrir Donna og síðan ef það Einar Þorsteinn bara ekkert bara eitthvað lasin og ekkert að vera þarna en væri samt pæling þá bara fyrir HSI að selja mögulega 17. sætið sem fjáröflum eins og það eru seldu sæti mitt hjá fylki fyrir 300 bara orðin leikmaður bara mættur í gallan og hittar upp þetta hefur verið gert ekki hjá kannski landsliðum en þetta hefur verið gert hjá félagsliðum ég ekki að gera þetta einhvern tímann og ég held að þér hafi sko þú veist, varst í hóp og hvort þú hefði mátt taka þetta víti já það var eitthvað annir sko og alveg, ég meina að gert því stóru leikjum en ég meina við getum alveg gert það það væri gaman að það myndi að vera með hjöppi að nafla í hópnum núna ég myndi kráthundan nafla hann út sko veit ekki með Mike og Ríkisborgarrétti sko hvort að við höfum ekki á okkar kærur og okkur sko hann fór í gegn þú er þá virkulega elsti leikmaður í sögu en ég meina þú veist en það sem ég er mestar ágætur af það er klárt að við spilum á Ítalíu og Óðinn var bara, þú veist, hann var næst lélegasti leikmaðurinn okkar. Ég ekkert að segja það að hann geti ekki verið frábæri Ertu það þá eftir 11 og Teitur, var hann ekki að spila á Ítöluna? Jú, Teitur var allt í lagi, skilur, þú veist, en máli það er ekki verið að gera hún greiða með þessum við verið að gera. Þannig að ég hef ágjörð því að Óðinn var ekkert sérstakur í þessum leik. Nei. Svo var hann kannski bara slakur í kvöld. Eða, þú veist, og hann er bara, þú veist, hann er ekkert bakkum fyrra. Það er náttúrulega fáránlegt að hann ekki tekið Sigvalda. Óðinn ef Óðinn er að skjóta illa í dag hvað, Sigvaldi bara heima með popp og horfa á þetta ég held bara hann ekki inn í þetta ég held að hann sé bara hann er búin að vera svona hörm það er eitthvað á milli hans og Snorra það er þannig Snorri þeir setja á Valur handbolti og það er líka Snorri fáið skýrsla á því það er pottet eitthvað þar á milli já það segir sér sjálft en Sigvaldi væri í öllum öðrum landslýsópum hann hefði líka kallað hann inn núna gefum hérna 100 eurur hérna á Christopher A-Box sem að líður smá eins og dogsi í fatabúð með konunni bara að nú hefur ekki mikið álit af umræðum sko
Getum við ekki hendi hann 100 árum bara góður í kommentunum þurfum líflegt chat farið að betta, má ég heyra hvað ég vil vita hvað líka peningarnir í dag Peningarnir Förum að fá sportsbók, getum við fengið sportsbókinu upp það styttist í bóndadaginn og maður þarf að vera dóltið Já, setja ekki ellega bóndadags velmáli það fer ekki vel á stað en það eru þetta 2 leikir eftir Já, sko ég segi þú færir náttúrulega bara Gísli Þorgeir er náttúrulega bústaður Gísli Þorgeir er bústaður en eru hérna spesialnir okkar mæk, eru þeir uppseldir? Ég veist sko að þetta Þeir eru fljótir að fara Eru þeir sold out? Já Eru búnir? Ég náði að koma mér inn Já, ég líka Ég fór að báða Þannig að það er svo sem ekkert meira það að ræða heldur eru bara 100 Það er ekkert fyrir hjöpa að hafa þarna En það er þetta að skoða þarna líka það er þetta að taka þetta bara eitt og sér og leika sér með þetta, leika sér með línurnar Við báðum yfir að við vinnum með 7 mörkum svo náttúrulega bara við vinnum 30-24 það var þetta allt ónýtt Ég fattaði þessar stóðsendingar í gær fattaði ekki upp á þeim, fattaði ég aldrei séð þetta þess vegna spurði ég hvernig virkar stóðsendingar í handbolta, það er svo lítið 2,5 og þá er þetta alltaf eins og kannski dómararnir, þetta er svona þetta er matsæti ég veit ekki hvort þetta er basically þannig að þú bara gefur okkur að skipta þessu neglur 10 metrum, þá er það ekki stóðsending en ef þetta er línusending Það er stóðsending í körfubolta Af hverju ekki? Þetta spyrja mig, ég veit samt ekki reglunar Það bara er ekki þannig Ef ég gríti boltanum á hjöpa bara hérna og hann situr Það heldur að vera miðmaður sem bara hérna En upp á bettinstakvar, það farið niður aftur á minn hérna ég menna neðar stóðsendingarnar ég er bara hugsað, Ómar spilar kannski 40 mínútur í sókninni hann hlýtur að gefa 3 sem er á línu eða þeir stimplong hendur hann niður í hotni En þú veist að stóðsending er ekki stóðsending nema þeir skori Já, ég segi það og þeir skori 3 Come on Hann áttur að vera með svona 8-9 sköpufæri, skilur Já, og þá skorum við 6 Þetta er yfir 2,5 Já, þú veist, þá tökum við single líka í Jó, það er nefnilega single og líka Ég ætla að gefa Óðni annan séns Já, ég líka Single er þetta Annars köllum við Sigvaldinn Þetta er 1,85 sko Já, það er flott Þetta er gefið Er það ekki? Jó Svona er gott að vera alltaf ertrústrákar helgar og bara heima að skoða sko ekki einhverjum ammálum út allan bæði kepla en svo þarf þetta að senda út reyðipistil þegar með túlkun og stóðsendingum Já, þá far þú reyðipistil sko Mike verður með sitt eigin stóðsending Nei, hann skoraði 7 metrum en ekki 6 þá er það ekki stóðsending ég var að vita hvað er stóðsending sko Hvað annað bæni verður hún ekki að sýnda baráttunum brauðið þetta Já, það er stert Já, ég tók nú United þar og það var nú eitthvað hlegið en eins og ofta áður þá stöndum maður upp sem er sigurverið Sko, hvað er þetta? Þetta er Gísli Þorgeir, hann ég er náttúrulega snýri hjólunu síðast og ég ætla ekki að vera leiðilegur Nei. Hann er bústaður en kíkið á Janus staða yfir 3,5 mörg ég held að það væri bara bústið aftur Já, bara línan er bara herri Hún er herri og meira segja færri mörg sko Býta okkur, Janus staðir að fara að skora meira en Gísli Þorgeir í þessu leik sko Ég er nokkuð klár á því Já, hann náttúrulega Janus byrjar út af og Gísli spilar örugglega meira en Af hverju? Janus byrjar út af fyrstu 6 mínúturnar hann er alltaf með hann inn á nema 11 fyrstu 5-10 mínútur Já, hann kemur svo, en Gísli er eiginlega bara alltaf þegar Gísli hvílir vörnina Mér veist allar Ég held að það færi báðið við 3,5 Já, þetta lítur þetta mjög vel út að Janus staði skor 4 mörg eða meira 4 mörg 2,35 2,35 og Ómar Ingi með Hvernig lístur þetta? Svona rétt fyrir búnduð það Mér finnst eitthvað láta, það eru góða pælingar hérna menn eru að veltaði fyrir sig eins og línumadur undir 1,5 assist bara því að þú veist það er svo sjaldan sem að þetta eru auðvitað júi þegar að ef það væri Dúra núna væri liðinu myndi ég alltaf vera yfir 1,5 Ég er að spá hvort að fiska vítist telli sem stóðsending Það hlýtur að vera, því allir er bara svipað á Ómar Ingi, þess vegna er málið, við erum að vita alveg það hlýtur eiginlega að vera út af að ég sá að allir var á Sko, það vart í hápi stats allir var bara svipað á Ómar Ingi í stóðsendingum Það meikar eitthvað senn sko En svo er líka hérna En er það grassagildur, er eitthvað grassagildur að þarna? Það er frákvæstinu, grítið fram Það er alltaf stóðsending Já, ég átta mikið alveg á þessu Það fiska víti hlýtur að vera inn í þessu Það hlýtur að vera sko En mín 2 eru Ómar Ingi yfir 2,5 stóðsendingar og Janus staði yfir 3,5 mörg Þið megið koma með ykkar Ég ætla að fara í Pólland Ég veit að það er hérna pólska samfélagi stórt á Íslandi og eflaust margir að horfa á okkur
Ég þekki bara líka leikmann það, sko. Eða farið þessi hana, þetta kongurinn í þessu lið. Herðu, mannstu, Hjörvar, Morito. KFA-liðið mitt. Farið bara yfir yfir 3,5. Það heitir það sama. Arkadíus. Morito. Þessi hérna, þetta svona stærsta nafnið hana. Já, hann var með 2 mörk í gær, ég held að hann hafi klúðraði einhverju 3 skotum, klúðraði vítinu sínu, en tekur pottitt víti núna aftur. Hann yfir 3,5. Á þennan, Arkadíus Morito. Kvölda var Arek. Svo njótaðis meðan Pólverjar eru lélegir því að þeir eru eftir að vera góður í öll eftir svona 20 ár. Póland er nýja Þýskaland. Það er flæðin peningarnir en það gengur ógeðslega vel. Þannig að það er allt á flegi ferð. Þannig að við þurfum að vinna á í dag. Póland er það eina landi í Evrópu sem er svona. Going up. Þannig við þurfum að vinna á í dag. Já, við verðum að vinna á þetta. Nú er tækifærið. 1,03. Epic Örlífin, hvað er Epic Örlífin? 1,1% ávöxtur. Nei, samt glataði stuð 1,03, þetta er handboltið. Ég sá sko, Króatarn varstu búin að tapa í gær fyrir Georgíu sem á að vera liðlegast, bara næstliðast að liða á mótinu. Ég tók líka hérna mínus 9,5 á Ísland að vinnum þetta með 10, það var, mér fannst góða stuðl á það. Það er hérna 2,3. Er það betið? Ég er yfirleitt svolítið hrættu við svona rosalega háa línu. Já, ég líka. Af því að þú veist, það er kannski komið 12 mörgum yfir svo slakar á og... Það munaði litla að við hefum bara gert jafntefli í seinna hálfleik á móti Ítalíu. Það var bara síðustu 5 mínúturnar sem við unnum seinna hálfleikin, sko. Þannig að það er alveg rétt. Nei, þetta er að fara þetta. Það er ekki alltaf að vera hérna... Með belt og axlabönd. En eru þetta sem sagt þá... Bettin á þennan leik, Hjörvar, viltu bæta eitthvað við? Hvað líst þér vel á? Hver er svona þinn maður sem þú vilt satsa? Já, ég svona hef óbyrjandi trú á Elliða. Já, ég held að vera góður í dag. Já, ég held að þú veist, Ítalir, það var ekki alveg til að feiki í honum. Ég sjá það í stóðsendingarnar. Hvað er undir á stóðsendingar? Hann skorar yfir meir en 2,5, sko. Já, það er 1,91 og undir. Það hljóta að vera víti. Við höfum að fá þetta hreint. Það getur einhver sett í tjatti sem veit meira við hvort hann þekki það. Hvort það sé víti inn í stóðsendingum. Er það brottrekstra? Sko, það er hérna svo hápi stats sem við bara séð sem maður nota mikið. Veist, þá er bara að tala um assist, skilur, það er bara það sem ég er að tala um. Svo er bara sér sem er, þú veist, að fá get 7 meters, skilur, bara fá víti. Já, þá er það ekki að það er bara spurning hvernig þetta er á betsíðunum, sko, hvernig það er talið. Ég myndi halda að fiska víti væri... Já, annars er þetta gott, sko, því að okkur eitthvað línum bara að gefa 2 stóðsendingar. Já, maður var nú stundum í því, svona. Kom í Kairóinn og... fór í beitt í sirkus. En Elli skori 3 mörk að meira. Það hlýtur á þetta núna. Hann er að fara betur með færi sín. Jafnvel að fá minnan hérna, Elliða special. Við hefum þennan inni. Það sem ég held bara að ég held að þetta betta það stóðsendingar undir 1,5 sé bara mjög gott. Ég heldur ekki vissum að Elli spili mikið meira en 20 mínútur í sókn í þessu leik. Ef hann byrjar illa, þá... Hann spilaði kannski 10 mínútur í síðasta leik. Já, bara þegar hann var gladdaður. Já, hann klúraði samt bara 1-2 skotum. Ef Ómar Ingi klúraði 1-2 skotum, þá spilaði hann ekki bara 20 mínútur, sko. Hann klúraði 2 dauðafærmandi fyrir á leik. Svo var hann í vesinni varnarleik. Það eru bara 2 aðrir sem geta spila líka á línunni. Já, eiginlega bara 1. Ég vil ekki sjá í mig hérna á línunni, sko. Svo fær í mér alltaf brott í þessu leik. Hvað er hérna? Hvað er stuðlun á það? 1,60? Hann getur nú ekki verið á 1,5. Já, það er bara lækka. Það er samt 50%. Já, 50%, sko. Tökum því alveg. Sett á Ímir sko, ég held ástæður ég setti Ómar og Óðinn í myndbilder var að ég held að fá svolítið að vítum í svo leik þeir eru svona passívari skilur og eru að verjast aftar sem svona meiri líkur að fá víti og svo held við fáum fleiri hotnafæri þeir voru svo framalega okkur, það voru að fá meira opnanir fyrir centrali sko þannig að við þurfum að vera svona meiri stimplanir þú ert sérfræðingur þannig að þessuna var ég svolítið hára á þeim tveimur sko. Hvað er línan að Bjarka El? Hann auðvitað var frábær í síðasta leik, kom sterkur inn sýndi þjóðinni að hann er ekki bara eitthvað klappstýra þarna. Þetta er bara svo hættulegt sko. Þannig að hann fær kannski bara hálfleik. Hann fær mestalega hálfleik. Orri er alltaf að fara að byrja. Þetta er svipa á Óðinn með 5 mörk, eða marki meira það fær svipaðan stuðul sko. Ég bara Orri og þeir sem eru að horfa, Orri og Bjarki ég bara læt þá vera 2,84,5 á Óðni sko, marki meira sko, Daniel Freyr vil fá kaupan í setti til að útskýra þessar stóðsendingarreglur fyrir úlingunum svo er eitthvað menn að tala hvað Ponsan gerir næstu 3 mánuði eftir að HK sópa F og úrslitunum 2012 þetta voru neyslu árin ég var ekki að Kristófur Dagur fiskavíti er stóðsending
Elli með 2 stóðsendingar sensta leik, Fiska 1 víti og meinu stóðsendingar. Takk. Já. Það er stóðsending, já, þá látum við það vera. Já. Hann kallar Elli Elli. Elli, já, þetta er vinnur hans. Já, ég veit það. Saman í landsliðinu, yngri landsliðinu. Ég aldrei, hann kallaði hann Ella, eða? Já, hann kallar hann Ella. Andri Snæri með skemmtilegt, sko, fyrsta litir að skora 3 mörk, Pólland 2,73. Hann er spenntið fyrir því. Það er alveg, þú veist, ég hef þetta gaman að þessu betum með að við vælið í ykkur á chattinum skoraði Ítalía. Nei, við komumst í 3-0 Já. Shit, hvað er þetta? Nei, það er bara verið að kveiki í mönnum hér. Það er ekki þannig. Elvar Örn 2,5 lína. Hvernig varst í gamanlega þegar varst að öskra á sjónvarpi? Hvað varst að öskra á það? Heldur að United skora eitthvað frekar eða Kristján Ara því þú öskraði. En þú fílar það og stundi gengur upp. Það er rétt. Já, ég menn 2-7-3 þetta ætti beislega 1-90-1-80 þetta er bara byrjun leiksin sko. Já, þetta er ekki alveg 50-50 en þetta er svona kannski 40-40 Þetta er sko 2-7-3, ég menna þetta er mér finnst það gott valjú. Þetta er líka að gera leikin helviti skemmtilegan til að byrja með. Já, og getur stutt pólurinn á fyrstu 3 mínútur og svo skiptur þú bara alveg dælinn skilbor svo skiptur þú treyju. Já. Þannig að við erum allan að komni með einhver slata, einhver 4-5 þessi líka, mér finnst þessi skemmtilegur Vörslur 12,5 það var einn skot sko ég var að horfa á þetta pólska liðarna móti Ungverjum og þau voru helvíti slagir lélegir slúttarar já þú veist bara lélegir bara með lélegan sóknarleik þannig að þú þurfa að taka bara erfi færi sko. en málega er að ég er svo margótt séð svona lið einmitt með einhvern umulan sóknarleik í einhverju leik eins og á móti Ungverjum koma svo allt í móti Íslandi og þá kom bara einhverju 2 og fara bara og þeir bara skora Krissi Gunn er að veltaði fyrir sér Krissi, já, ég sé þetta náttúrulega ekki hvort alltaf menn að horfa á stórleik helgarinn í enska eða íslenska landslið, þá voru vantilega að tala um hvað Aston Villa Everton já, Aston Villa Everton, það er stórleikur þú má ekki vanmeta það en þú getur náð fyrir hálfleiknum þar og skipt svo yfir já, síðan eru menn með nokkuð skjái en ég meina, þú veist, Pólland hægar sóknir kalla það ekki erfiðari skot Jú, en það kallar líka færri sóknir já, og þá eru færri skot en 13 er það ekki algjört lágmark verja 13 mér finnst þetta góð lína ég held að þetta verði þarna alveg hann var ekkit sérstakur í síðasta leik veistu Gísli fyrir utan í vítunum hann var með 7 varin síðan sko. já, 3 víti sko. þannig að hann þarf að reisa með helmingur á að víti heldur líða þetta verið bara 7 skot já 4 skot 3 víti sko mjög góður þar hann var nefnilega ekkert að verja mikið sko það spurði hvort að hákámaðurinn fái tækifæri í dag já það var sterkt að fá Bjögginn þá líka trúlega skorar hann klukkar alltaf 1 mark er hann að fara að spila straight out of Engihjalli mótar segillin minn inni held nú að við myndum það er klikkað á okkur yfir 5 hvað var það yfir 5,5 vítum það er búið að klikka 4 það er 1 leikur búinn sko er komið 4 það er svo 1 yfir 1 yfir að framöð þeir klúruðu 4 vítum já vantar 2 viðbót en með vantar markmenn það væri gott að fá 1 þar í dag Bjöggi er að fara grítunum yfir allan völlin já þetta voru 4 vítir 4 vítum, það er rétt helviti góð lína sko það er rosalega, þetta er bara klárt þetta hlýtur að vera klárt Eru ekki að fara, eru ekki kíkja þess á hérna leikina? Jó, tökum að sem eru búin að vera síðust 2 daga. Það eru farið yfir þetta Þýskalands fíaskó í gæði byrjum bara því. Gæti Alfred Gíslason endað atvinnulaus í lokum mánaðarins. Sko, ef við förum hérna, þetta er þetta ekki Arilinum? Hérna, sko, við vorum búin að fara yfir hérna, þetta er hérna, sama Spánverjarnir unnu Austurríki sem var nú bara svona mjög þægilegur sigur. En Serbarnir, þeir vinna Þjóðverja 30-27 og þið sjáu þarna, ef þið skrolla aðeins upp þá sjáu þið að hérna, Spánverjarnir unnu Serba 29-27 Þjóðverjarnir, ef að Serbarnir vinna Austurríki þá þurfa Þjóðverjarnir að vinna Spánverja með 3 eða meira þeir eru konið í skítamál þeir verða að vinna og þeir voru 13-17 þá líka fara Spánverjarnir heim sko þá fara Spánverjarnir heim Serbarnir eru bara öryggir áfram að þeir vinna Austurríki þannig að þeir eru konið í algjör skítamál og það sem að gerist í þessu leik er að hérna, eins og nafnlega var að segja Þjóðverjarnir eru 17-13 yfir í hálfleik svo fer allt í skrúin í seinni hálfleik
í stöðunni 26-25 fyrir Serbíu þá eru Þjóðverjar í sókn og Alfred Gíslason, það svona hnappur þetta svona neyðatakkin og bara leið og ítir á hann og blikkar svona ljós fyrir aftan markið og þá bara timeout og hann svona, að horfa sóknina svo hættir hann að horfa á leikinn fyrir einhvern veginn að horfa bara á klukkuna eða eitthvað, bara svona tíman, svo það bara og bara ítir á takkan og bara í því bara mómenti þá Júri Knorr að bara fá dauðafæri inn á línu búinn að sleppa boltanum og boltinn basically bara á línunni þegar rauðaljósið og það farið í varið þetta var bara alveg þetta setur Þjóðverjana að gjössal út af læginu þannig að fer all leiklið bara spá í þessu skilur í staði fyrir að gera það sem alltaf setja upp og var bara segir þið bara timeout, ekki mark þeir farið næstu sókn klúra og þetta enda með 3 marka tapi við vitum ekkert hvort að Þjóðverjarnir hefur gert jafntefli að unnið en ef hann ekki gert þetta, þeir eru aldrei það tapið svo leik með 3 mörkum en ekki 1 marki þeir eru aldrei tapað meir en einu og ég er ekki sammála því hann að horfa upp í stúku það sést, jú, hann sést að hann er að horfa klukkuna en þetta er Alfred Gíslason, hann getur skert Alfred Gíslason verður 67 ára það er eðlilegt, ég bara mann eftir mörgu þegar verður 67 ára og verður bara þetta hægir þetta lúkað og líka stjórn þetta er ástæðan fyrir að HSI er alltaf með unga, feska þjálfara þú þarft að vera það í svo hraðabolti þess vegna verum við með bestu þjálfara og ég ætla alveg að taka undir þetta og hjöpa því að stjórnin hjá Alfred líka í leiknum eftir þetta er skelfileg og málega það að ég held að hann hafi bara ekki 67 ára, kannski það bara málega leiður orðin 67 hann verður 67 allavega 66 sérðu hvernig hann er hérna á takkanum hann er að horfa á leikinn hann klúrar því gjörsamlega þetta er bara ótrúlegt og ég ætla að segja við hjöpa bara hér og nú hann verður látið fara á annarkvöld ég held það ég heldur detti bara út ég horfði á setnaáleikin í þessu leik og þeir voru bara skelfilegir ég sé bara ekki Spánverjar hann tapa fyrir þeim því Spánverjar fara sjálfur heim þeir tapa fyrir þeim en þetta er náttúrulega handbolti þetta er ekki fótbolti Serbarnir eru samt ekkert búin að vinna en eitt í þessu, þetta er handbolti og þetta er eina íþrótt í heiminum það sem er ekki, allavega ekki þannig fótbolti það er ekki spila á sama tíma þannig að þeir vita hvernig Austurríki Serbía fór en svo getur annað gert ef Austurríki vinnur og Spánn vinnur Þýskaland þá það orðin þá eru þau 3 með 2 já, ég veit það og málið það og þá það allt jafnt núna Nei, hann sagði það Alfred sagði það er besta lag sem hann hefði þjálfað Alfred sagði það, við vorum bara ég var ekkert að segja það, málið það að Mike sagði það ekkert Nei, ég hef ekkert segið á þannig, ég sagði það bara að ég ger þeir eru bara hægir Þetta er til alltaf teipi Þeir eru hægir, en málið það að er bara ein handboltahöll í þessu landi eða þú veist, okkur bara þetta ekki á sama tíma þetta fært aðra höll þetta er alltaf hver riðli spilar ég veit það, það er gott að selja inn dagspassana en klárum þetta, málið það að ef hann hefði ekki ítt á hann að taka þá hefði mestar að tapa með einu en þráttur hann hafi gert það og þeir missa alveg hausinn í sóknuna eftir missa boltar strax, fór sér hraðablöp þeir skora, komast 2 mörkum yfir að þá var stjórnun í Alfreð í restina hún var svona svipu og greið því miður lýsinginu höttamak að þeir verðist ekki átta sig á því að hvað skiptir máli að tapa ekki leiknum og stórt Alfreð mista alveg hausinn, hvað höttingamall? Hann komin í 66 módel, getur það verið? Hann að vera 60 ára já, þannig að þú veist mér fann svona að þetta skipt svo rosalega máli en auðvitað meira grín með Hödda en með Alfreð hann er að þjálfa liðið og þeir mistu alveg á hausinn og tapið sem í 3 mörkum var svo maxið sem gat gest með hvernig þessi leikur þráast og þeir gáttu svo auðvitað að koma í veg fyrir það þessi óvinning meðal káringa að heyra Mike hjóla í Alfred Gíslason það er allt þú varst að hjóli er þetta ekki bara lýsandi fyrir stöðuna við hefum allir verið í kárinna nema naflinn við erum svona séða miljónsinnum að þjóðverjarnir hérna vinni bara með 5 mörkum og svo líka eins og sagði þú varst að segja hann er rekin ef Serbarnir vinna Austurríki
þá held ég hann missi djópið annað kvöldi því ég sé þá ekki vinna Spánverðina með 3-4 mörg Ég ætla að segja Austurríki vinni Já, ég ætla að segja, það getur bara að fara í jafntefli Erum við ekki líka bara svo meðvirkir gagnvart sko íslensku þjálfurum sem að þjálfa annars staðar? Það bara sjáum við þetta norska kvennalandsliðið að blómstra núna eftir að Þóri fór. Sjáum við þetta vorum gegn og ágætlega fyrir líka Mundi Hjörvar Hafleðarsson gera Noreg hvenna heimsmeisturum Já, hann myndi gera það. Það er sem ég er að Ólympíumeisturum, já, Evrópumeisturum veit ekki Evrópumeisturum, það er alltaf erfið Það er sem ég er að segja. Og síðan núna með, þú veist einmitt, eins og með Alfred Gísla og Þjóðverðar og svona. Við erum mjög meðvirk gagnvart íslensku þjálfurum í öðrum löndum. En verðum þá ekki að muna að hrósa einum þriðarliðinu, íslensku dómarunum frábæri í Antoni Jónas Já, var ekki nafninu að rósa með í gæri Fyrir er það best dæmdi leikurinn þessi maður Já, ég var með Þú búin að greina dómgæsluna Þú ert okkar sérfræðingur í dómgæslu Nei, þetta var bara algjört fíasko hjá Alfreð og það bara, en liðið spila hann bara ræðilega setnaverk Hann að þetta er bara alveg ekki handbolti, þetta er svo hratt þetta er bara no country for old men þetta er bara svo mikið hraði og mikið læsingur og allt svona sko, Hann allavega sýndi veikleika hann á mögulega bara að láta einhvern annan þetta skilur Akkur var hann að stressa þessu á leikliðinu Þetta var fínasta sókn og svo var hann það voru bara alveg búin að tegja og sundur saman og það var alltaf að koma færi Hendi var ekki komin upp eða neitt Viggi vil fá að smíða beppildir á leikin Viggi, komdu bara með það og við skoðum þetta Er þetta ekki nafnlega þú tekur við öllu svona fyrirspöndum eða eitthvað Ég sé ekki hérna á Hvað er þetta þess að vera Herru, kannski bara rétt á með það kannski skróli bara í hinna Þetta er allavega lang spennandi riðill og maður sá það fyrir mótið Þannig ertu með Portugal var Rúmeníu Þannig ertu með rosalega skemmtilega riðill Makedóni, við nennum vel ekkert að tala meira þetta er bara Danmörk-Portugal einu leikur sem er skipt á máli Það er sama þarna Þetta er búið Norsarinn er samt svona í smá brasi með tjekkana Já, ég komist bara yfir restina Já þetta er það sem ég sagði að veri jafnastir riðillinn Já, hinn er sterkastur spátriðillinn þessi og hann þessi tveir riðlar reynu jöfnur riðlar Þetta sjáum við þarna Slóinja Svartidalland 40-40 og svo jafnteflileik færi á Sviss Það getur bara allt gest þarna Þetta er markabett held ég í Slóinja Já það var hérna tap okkar á móti Hvítrúsum hérna 2016 var 10% af þjóðin á vellinum hjá Danmörku Nei, segja á Færi fyrir ekki Siggi er ekki komin til Færi hann var ekki á vellinum hann var einn af þessum heima einn af þessum 90% Ég ætla alltaf með Svartidalandi á móti Færi Já, ég veit það Ég er alveg sammála í höfba þessu ég er ekkert eitthvað sem Færi Verður hann á Rút 2 Svartidalland Færi er Gunni Birgis að lýsa meðan að við erum að spila í dag Herru, Rúf sýndi ekki Færi Nei, það var allt vitlaust Þeir sýndu Póland Ungverland Það var með þess að vefstreymi Þeir eru með eitt leik og vefstreymi líka Það var Danmörk Makedóni í staðan fyrir að sína Færi En er Rúf með leik á Rút 2 þegar Ísland spilar? Það lítur að Ég er ekki viss En þeir læra, það er nú skemmtilega að vita Það er allir að læra, við lærum að mist Gunn okkar verður nú að hafa hvað að gera Hjöppin og mikill balkanskæja en ég skil vel að ég veist hvað, þetta að þykist þér eitthvað stórmannlegur að halda með Færi í öllu Það er búið Það er bara búið stöf Já, hann er það Það er ekki Rút 2 Þetta er Rút.is Rút.is Það er ekki á Rút 2 Á hverju er þetta ekki á Rút 2? Rút.is Hvað er á Rút 2 á saman tíma? Ekki neitt Þú veist, jú, það er bara hérna sögu Veistu hvað ég myndi gera þetta ef ég væri hérna Rúfararnir Ég væri með leikin á Rúf í Ísland og svo Rúf 2 væri svo bara að vera að skipta um milli valla Já Það er bara frábært koncept sem krakkum finnst skemmtilegt og þeim sem svona, finnst þetta hægt og svona þegar það er leiklið hér og það er þá bara ferðið við einhvern völl og annað slíkt Geggjuð hugmynd Bara setjum við til stað Pónsað En núna er sérstaklega, hvað er þetta, 3 leikir á saman tíma? Með Hilmari Já, svo líka þegar að náttúrulega hérna Nei, þetta er ekki á sama tíma Þetta er náttúrulega, en þú veist, þegar að næsta umferð, þú veist, þá koma stóru leikirnir og þá er þetta náttúrulega ennþá mikilvægara en sem ég hörvar að segja að geta verið með þetta En ég ætla aðeins að skamma Rúf hérna þeir ætla að sína Ítali Ungverjaland á Rút 2 kvöld Sviss Slóinja er miklu áhugaverðari leikur Á ég ekki fara að snúa hjólun Og ég held að sé líka Ítalía Póland í síðasta leiknum sem mun ekki skipta neinu máli þeir hljóta nú að breyta því Þetta er stór, hver verður bústaður á móti Ungverjaleikin? Hver verður bústaður á móti þeim? Fáið kraft í þetta
Já, settu svo alveg bara Þetta var voða- bara þetta var voða dapurt á naflanum síðast. 30 sör 30 Og sör alveg hérna eitthvað 30 sör, veistu hvað það er? 30 sör, já, ég veit bara að sjá það Klárir. Vá. Já, það er Þú ert svona yngver hafn okkar kynsluðar Viggo Haukur Það er Ómar Ingi Hann er bústaður upp Nei, heyrðu! Ó, já, þetta er af því í þess stóra leiknum sko Ómar Ingi, þetta er geðvikt Þetta er stórt. Þetta er geðvikt Sjáðu nafnið, þegar maður gerir smá hraða þá kemur Já, þetta ég Þetta meina, var eiginlega hvað- best case scenario sko Þetta var best case. Langskemmtilegast fyrir þennan leik að vera með Ómar Bústað Já. Þetta var Vel snúið Þetta var meter. Hjörvar hefur tekið nokkra metrana í hjólunu. Jú, það er nú þannig En hérna, já, Ómar Bústaðar á móti Ungverjum Gísli í dag Hverski klárum bara eriðilinn bara Þau getur sett hann bara Þetta er náttúrulega Rétt að Króatía, fóru- það er náttúrulega Já, ótrúlega þetta var- og í þvílíku veseni í þessu leik Sko það er búið að tala hérna Króatana mikið upp og þeir voru í bölvuðu brassi á móti Georgíu sem má nú að vera Ég veit ekki hver að þjálfa Georgíu Nei, hvað er með það? Tite Karatse. Stjórnumæður ekki? Já. Kongurinn Sonur þess að spila og hérna Er Holland að fara að standa í Króatíu? morgun? Það geta alveg gæst Það held ég Er ekki Rólandi Ratsi í teiminu hjá okkur? Jú, held sem Markmansson Sýndist ég að það síðan? Já, Já, Róland Valur. Ratsi Róland Valur. já, ekki gleyma Valur Hann var að þjálfa þarna í Úkraínu þegar stríðin bröst út Já, ok. Já, já. Já, það er rétt með hérna Gintara sem var í afturhildingu þeir voru saman hérna með eitthvað liðar Einu maður sem engi veit neitt það er Jeletski Garcia. Vegir hans eru órann. Hvar er Kúperinn, sá maður í dag? Hann hvarf bara. Megi segja þetta Hann íslenska spilaði með meðan. landsliðinu Já, það fór hann nokkuð stórmót Blómstraði með Nokkur, því. það er ekki bara 1-2 Nei, Fór hann meira? það fór hann ekki alveg 3-4 Nei, ég manna því Hann stóð sér frá 2003-4 Var hann ekki HK? Jú, heldur betur. Það var með okkur. Það búið að ganga vel með Dóra og Nóna þannig við prófum þetta bara aftur Herðu, þetta er bara allt til æriðil Já, Það verður gaman að sjá hvernig Holland-Króati held að verður það er hörkulegur ríkilega pælti ef að Georgi hefði unni Króatíu sko, þá hefði ég nú bara Já, Það en heill- þetta heill sýnir að okkur vísina. það samt að við eigum ekki geta tapaður í Króati Þeir merri annars leik En auðvitað fyrsti leikur og við þekkjum Króatana Chat er on fire. Hérna, Bjarki segir Kai Smits er ekki með Hollandi, þannig að það er erfitt fyrir Hollendinga. Já, en bara Orri kemur með, hann er þetta Viki, kemur með bildir á leikin. Já. Svona hans sinn drauma bildir fyrir, Ísland já, bara fyrir alla fjölskyldum. En ég er spurning á strákana Þið svarið þá í tættun aftur Hver kom með Kai Smith þarna? Hver kom með þetta? Bjarki. Bjarki, okkur er hann ekki með Hann fekk rautt í gærnefla Fer hann átabæst í leikbann? Luke Steins Já, en okkur er þessi Kai ekki með Smits er bara, hann er eitthvað, var ekki eitthvað hjartavissin á honum Já, hann er bara ekki með á móti já, svo er Steins þarna Hann getur fengið leikbann líka kannski Já. Fekk rautt í ger Já. Það hjálpaði Mike ekki mikið reyndar Nei, þú veist, það að Króatía hafi lent í vesinu með Já, Georgíu en þetta er Króatía Þeir geta séðan allt í einu Já, brunni já. Svíja með 7 sko Já, en þeir gætu alveg lent í, ég er að segja, þú veist, gætu alveg lent í vesinu með Holland Byrjuðu Það er ekki líka- komið neitt Þeir byrjuðu líka illa í fyrra og dag áttu bara að reka dag í byrjun mótsmunni í fyrra og svo endaði í úrslitaleiknum sko. Það voru líka á heima það voru oft með þessa austan Króatarnir fara alltaf áfram Ég vil líka bara fá Balkan það manninn. Ég vil fá, við förum að nút, ég vil fá alveg leikin Já, Ég vil ég ekki eitthvað sammála kjafta Ég nenni ekki að vera komin áfram þegar við förum að nút sko. Nei, Ég ætla að það bjart sitt eða dottin út. Þarf það örgulega að vinna færið þér Færeyjar- Mæka móti Færeyjar- 10% af færið Fara þeir áfram hjöpi Færi þér? Það held ég ekki Vonandi ekki. Nei. Þá er bara undir okkur komið að niðurlaða þá. Viljum við ekki mikið vera eitthvað svislendingana Gamla 18-17 Bankarnir og Ég félag vil fá Sviss og Ætli Bankarnir sé í þjálfarateiminu á Sviss Ég held að veri bara svo gaman með færisku stuðnismennunum fyrir leik Það kemur allt í ljós í dag Mikið í ljós í dag Já. Þetta er veisla Er eitthvað fleiri reylar í þessu? Bara Ísland Þetta er, já, svo var bara þessi Og Ítalía, Ungverland Ef að taka hana aðeins Hjöpi Ítalinn séns Ítalarnir, já, ef þið byrja vel. Já, byrjuðu vel með dagur Heldur þið farið 3-3 vörn á Ungverjana. stóru, sterku ungveri Já, það vantar nú svo mikið í þetta ungarsjálfið. Já. Þannig að ég er nú ekkit alveg, sko, nei, ungur að vinna þetta, en þetta verður ekkit, þeir tapa þess ekki með 13, sko. Nei En eru nafnilega Eru þessi vörn Ítala
hendur ekki bara ungur í milla Já, þú veist, þið tala 3-3 en ef ég horfa á þessu vörð með dróna þá er þetta 5-1 En ég meina, en geta ekki stríkt þungum ungur þessa vörð? Jú, og eins og þú kost inn á í chattun okkar, ungar ekkert mikið að valtiflið Nei, akkurat Þetta þetta gæti alveg orðið svona 3-4 marka sigur Sörens gæti verið liðast að vitlaust hann er nú ekki mikið vita á handbolta hann var búinn að gera þetta áður en hann talaði við okkur eitthvað voða mínus ungverðina er það, þetta, mínus ungverðina er það ekki stórhættulegt? Hvað var línan? Ég held að hann að fara í á seðil mínus 4,5 Já, svo sem allt í lagi lína það gæti alveg dott unni 5 marka sigur Já, ég trú ekki öðru sko Menn vilja meina Ítalið sem er betarlega en Póland Gæði sem rautt á mót okkur hann er í leikbanni Tveggjarleik Nei, mót okkur Nei, hann Pólu verið í leikbann og mót okkur í dag Rósalega handbóltreglunar orðna skýrar Núna er bara þannig ef þú gerir þetta, þá er rautt Hér áður fyrir var þetta alltaf matsatriði og eitthvað slíkt sko Nú bara eru reglunar skýrar Jón Hjartalinn í stúkunni kallaði niður Er þetta rautt eða gult? En það er eitt sem þú er svolítið gaman Ertu samt komið með 100% skýringar á hvenær er guldspjald og hvenær er 2 mínútur? Já, svona fyrsta brot þegar að mennum Þeir er eiginlega hættur með þessi guðluspjöld sko En hérna Ég elska að ekki allt í 40 mínútur búin að leiknum kemur allt í yellow Það lokar 2 mínútur kemur yellow En það er eitt sem ég elska við þetta sem við munum að sjá líka svolítið að hafa með fótbolt í sumar Það er að, við erum búin að sjá þetta var í fótboltanum að það er þetta nýja úr NFL-inu og það er alltaf að fara í mækinu útskýrt eftir review hann gerði það í gær Já, og það er þú veist, bara í Englandi þá talar og ensku er líka á spænsku og eitthvað svona Þýskalandi og þýsku og svo framvegis en þarna eru þau náttúrulega allir að reyna að tjá sig á enskri tungu þess að skýra þess að dóma og eru misgóður í því Já, handbólt er bara skrítin á ensku After review það var einmitt í gær eftir þetta Alfred sattöku þá kom þetta Hvað er vinstri bakk? Þeir segja bara, það er vinstri skýta En þeir segja nú pivot eða line player en þeir eru bara með númerin þú veist, þeir segja alltaf númerin bara player number Já, en hvað er til dæmis miðjumaður á hérna midfielder? Center back Ok, hotnamenn Wing Þetta er bara eitthvað asnalegt því að það er engin English speaking þjóð sem getur eitthvað í handbolta Nei, ég veit það, þess vegna það er bara Það er góða punktur Það er engin Það er, bara því ég horfa á handbolta og honum er líst á ensku, það er einhver einn íri sem er bara eitthvað nöttar í þessu sem er bara einn mesti sérfræðingur í heiminum sem er að vinna á EHF TV það er bara skrítið að horfa á það er mjög miklu eðlar að horfa á eitthvað danalýsa eða þjóðverð og skilja ekki allt sem er að fara þar framvendilega Við hákvæðingar eigum nú eitt fulltrú í bandaríska landslínu þannig að það er mikill uppgangur þar Siggejev Guarino Ég var nú ósáttur í spilatíman í honum á síðasta HM Það var illa með okkar mann Sigga? Hann fór ekki Nei, hann fór á Já, ég er að tala um hann Ramos Hafsteinn Óla Ramos Hann var í grænhöðu Hafsteinn Óli Berg, Ramos og Rocha Hann var að spila með mér í fjölinu Já, við fengum hann í HK líka og eftir að fórum náttúrulega í landsliði Já, ég slúpa Afkon hodnið Ég kom inn til að fara yfir Afkon það eru þetta úrslitaleikurinn í kvöld og við fengum draumarleikin Senegal Marokko þetta er búið að vera á Vestur-Afríku og Norður-Afríku gjörlega rosalegt mót góðu liðin hafa öll verið að fara áfram og það er búið að rigna inn mörkunum sérstaklega svona upp á síðkastið en ég ætla hins vegar að fara í undir sjáu þetta, undir 1,5 þá fæ ég tvöfaldagi peningana mína já já og þetta er sko með við 90 mínútur þetta er með við 90 mínútur já að sjálfsögum förum við á þetta ef að gera bildir bara og fara þá líka í undir 5,5 skot á mark nei, það er ekki hægt en ok, setjum þetta bara stakt og förum í já, bara þarna hvernig þetta sé staðan á þessum reikningi maður er veldig á fyrir sér alltaf að gefa þeim hérna free cash það sem ég, sko, það eru skot á mark þetta ætla ég að fara í undir 5,5 2,62 þeir eru ekkert að skjóta þeir eru á svona skoðamarkið en þeir eru ekkert beint að pæli að skjóta það er ekki Mattíus Kunja þarna í þessum liðum það var einn sem saði mér hérna í þessum liðum þetta eru bara sko margir að bestu fótboltaunum í heimi í þessum liðum ég ætla að vera móti en Sadio Mane hann er satt skotuður er hann satt ekki einu maður Sadio Mane Nicolas Jackson Senegalið er ábúinlega topp 8 í heiminum en þeir eru náttúrulega Koulibaly er ekki
og svo Af hverju vantar, hann ekki? hann er hérna í leikbanni Aftur? út af gulum spjöldum sem er náttúrulega fáránleg Nei, breyti. og hérna Er Afríkumaðurinn ekki búin að fatta það? nei, og svo hérna Sönderland hérna, Habib Diarra hann er átt hann er hérna líki í leikbanni út af gulum spjöldum Er það ekki ennþá, þetta eru 2 varnarmenn og Miðmaður Nei, ég segi hinn er varnarmaður og Díaz okkar maður í Real, hann er búin að vera eldi í þessari keppni fyrir Marokko, hann var Brahim bara Díaz. í vörn í sér þau Já, núna, ég held þetta veri markalegur. En undir 5,5 skot á mark, ég held að Sadio Mane taki bara 4, sko. En það er þetta að fara á markið, vættalega. Þetta er on goal en það er sko, hérna Eiliman Endai anytime er skemmtileg pæling Eiliman Endai Þetta er Evertón stuðningsmaður hann er ekki verið, hann var í frá Akureyri, bestu kveðu norður já, þannig að þetta verður Og þetta það verður eitthvað undan að Þetta er láta 7 kvöld. það verður eitthvað undan að láta Já, og ég sagði nú einhverstafur daginn að ég er sammálaðir með þetta topp 8 yfir og þetta eru þessi 2 lið frá Afríku. Ég sagði fyrir keppnina sem geta farið í 8 úrslit á HM í sumar og þau enduðu í úrslitaleik já, þarna. áttalega ástuði, ég meina Marokko verið í 8 Já, auðvitað síðast, en með var staðins betur liðrendar en kongurinn Amrabat, hann er aðeins búin að fara niður í fjallið og Hakim Ziyech, smá agavandamál og honum, þannig að það er honum aðeins betur lið Alltaf gott að vera með öryggisteppið í Amrabat og verja vörnina Þannig að hérna er Erik Ten Hag sem eðlaði hann Jú, við erum búin að fá geggjaða undanúrstaleiki og þriðasættisleik hann var 0-0 hérna Já, en 8 úrslitin voru óvænt það var bara eitthvað 3-2 og eitthvað svona þvæla sko. var það? Já, Já, það voru mörk í áttunar Þetta var eiginlega bara undanúrslitin sem Egyptaland vinnur 3-2 ok Förum aðeins hérna í undanúrslitin Nei, 8 úrslitin sko Því að þetta er nefnilega, það eru fleiri mörkaldur en oft áður Þetta undanúrslit, þú ert svolítið litaðar að þeim nefnilega nei, ég meina, ég bara pæli í Marokko-leikjunum þeir vinna á alltaf 1-0 sko Já, þeir kannski eru ekki með svo, hérna, já Eru þið með þetta strákar? Kannski ekki bestu síðan sjáum Hérna, Senegal, Marokko Metsis hérna 0-2, 3-2 1-0 Hvert er Þetta hann? er Mike. þetta er þarna, hún sér þetta Mali Senegal 1-0 Egyptaland Áttarúrslitin Ég er rosa litaðar í ekki eftir að tvíla besturinn sko. var hann framlengdur? Nei, ok ekki Rónaldur. Ég litaðar hún já, út litaðar honum, það var 1 markaleikur Já, eitt svona mikill markalegur Það var eitt leikur það sem er bótt Tveir leikir sem kemur yfir 1,5 mark í viðbútt En já, Marokko fá ekki mikið af mörgum á sig Þeir eru, hún munið að bara háa um í fyrra eða síðast að þeir voru helvíti sterkir varnarlega sko. Seðl á leiki dagsins í handboltanum, gjörðu þið svo vel, hér koma þær Já, sérst eitthvað annað en okkar Hvernig gekk þetta okkur í gæri nafli? Já, Í alvöru, var hitt allt rétt? já, við vorum með hitt alltaf hinnu Jöfusist þjóður, það var 3. seðl sem tapaði sér Já, Ég fattaði það ekki Herðu Ekki að segja að Færeyingarnir vinni svartillinga eða fara plúsin á Svartfjallaland Það var plúsin og það er svartillinga ekki rosa góð stuð að fara hérna, 1-73 1.73 Já. Þeir eiga að vinna hann leik sko. já, Já, Farðu á, byrjaði bara á fyrsta leiknum Norður Makedónia, Portugal Farðu í markaskorar á þar Kíkja og Kosta, hvað er hann á? Kosta, Hinna ég var með, Costa. ég sett alltaf á Kosta bræðumar Anna kvot, Francisco er betri þeir voru báðir þeir voru með 7 og 9 síðasta leik trublaðar leikmenn sko. Já 5,5 Já, segir Já, tökum við Og það er svona gæði þetta er guður sem spilar alltaf Það er ekki til að hvíla hann sko Nei, báðir trublaðir sko. Ég er sammálaðan aflanum, hvað er plúsin á Montenegro? Bara alltaf góðu plús Gerðu sín allt, Plús 3,5 taka það Ég held það þeir getur brotnað sko Nei, á móti færeigarnir er ekki að Færeyjar vera rúlið við brjóta neitt ekki leik Elías Ef þetta Skipagöndu, er 3.5 ég er ekki samþýtt Balkan. eitthvað neðar það Balkanbrósar eiga til að brotna Nei, plús 3,5, já okay. Já. Hvað er svo næst? Sviss Slóenja og setja plús á Ég myndi fara í Rúmeni að Danmörk næst og förum bara í markaskorar á þar Þeir eru aldrei farið bara í Hvað er Gitsel Gitsel? Hvað er Lex? Það er hérna sko hann var ekki markaðistu síðast það pirrar hann örgulega Nei, og hann fer alltaf í 8 mörg Já, bara 7-5 Já, Hann spila bara ekki á þess að fara í 8 mörg Nei, hann líka spila, hann fílir, hann er hotn í vörn þannig að hann bara getur spilað, hann bara spilar sko. Það eru Sviss Hennan ætla ég að Býtu, Ensi, hvað er línan á Leopold hann að frændaðinn? Ég veit ekki til þannig leik Já, sko. hann er mjög, já Ég myndi sleppa þessu leik persónulega
eða bara fara beint í exit gamla góða exit. En hvað er Blasjan, hvað er línun á hann? Herri, ég var með hann síðast, það datt easy. Er búið að hækka línun á hann síðan þá? Já, það búið að hækka hana. Ég fekk 1,5. Ég var láta þetta segja. Já, ég myndi láta hann eða sig. Ég færi bara Ítal Ungverjaland og ég vil sjá plúsin á Ítala. Ég vil sjá plús 9,5 bara neðst. Já. Hvað er þetta komið? Hvað er 4,8? Nei, 6. 4,6. Tekur það upp á göttunni? bara flott? Hérna, Ha. tökum við hérna. Þessi lítur á þetta. Þessi dettur. Alfred Gíslaðilega síðasta sel hjá okkur. 3. Þetta, já, fá kannski sendið mér linkinu þennan. Já. Birgir minn. Bara á tjátinu. Takk. Bara á tjátinu þetta. Sandra Sævas má við þarna. Ding, 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 ding. Hver er Sandra Sævas? Þetta er ykkur Það búlis. geti verið Það er búið að hækka línu á Blasjan, hún var 2,5 Sko, sko. náttúrulega rísareikningurinn er á leiðinni þannig að það var alveg ágætt Já, jólareikningurinn. þessa, Ertu alltaf með svona gamla jólareikningin? Ertu með þannig nefnilega þá? Jólareikningi í februar? alltaf með jólareikning Nei. Nei, Hann greiðir jólin- hendiði bara til USA og gafst eitthvað Ég jólareikning. greiði jólin alltaf aðeins setna Herrastráka minni, eru ekki bara orðnir helviti Jú. góð? Jó, við erum bara klári í leikinn dag ekki? Já, við erum búin að snúa hjólinu, klári leikinn Hvernig byrjuð það reitt í lokin? Það er alltaf sígilda spurningin í lokin. Já, hvernig við vinnum? Hvernig fer leikurinn? Ég gengur línuna, nafli. Já, ég held að við vinnum þetta 36, 24. Nú, það er 12 marka sigur. 12 marka sigur. Já, 4 ár. 29-22 34, 25 30-25. Já. Hvað er þú með? Mike. Ég held að vera 31-26. Ég held að verði bara... Nei, 31-25. 30-25 Nei, ég verði að segja... Nei, 32-25. Já, 30-25 Þá vinnum við með 7 sko. Það er svo eitt hérna ég og Jón Axel Ólafsson hérna á bylginni Já, kóngurinn. Við erum búin að setja hérna undirskriftarsöfnun í gang út að búin að skipta lag í lókleiks hérna. Við erum búin að senda lífið er indislegt í staðum fyrir Það er ekki bara því reymur eitthvað á svæðinu og... ferðalok. Mér finnst þetta að vera svolítið stór ákvörðun og við viljum fá ferðalókina Já, ég er sammála því. Hvað er bara nóg fyrir reym að mæta á svæðið og þá fara að lægi sig? Já, ég er Það eru svo mikið bólir ánægður þarna, með sko. þetta. Það þarf ekki meira. Þið sjá bara kónginn og Það er alltaf ljóst að við verum mættir í Malmö þá eru reymur vantilega farin heim hann getur ekki verið í bóðanförunum og þá eru ferðalók komið aftur Nei, Það er ekki já, áhyggjur af því. Minn maður í keppninni Just Björn Just Björn. Þetta er góð standi maður Já, Hver? Hérna, Björn. Björn fórsetamaður gamli, ég var að vinna með honum á sínu tíma, þessum mistar. frábæru stand Þeir eru bara söpum aldrei hann í geðveiku stand Við erum svipað Hann lítur nákvæmlega út á 2009 þegar ég var að vinna með honum. Já. Bara nákvæmlega. Þetta færi mig til að trúa á kollagenið Já. Ég lít bara Hvernig svipað varst út líka líka þegar 2009 fórsetið var með þeim hann eftir leika? Var bara eins og 17. leikmaðurinn. Já, hún er einn Það var fallegt. Hún er af leikmennu En ég er ekki sáttu við þetta lagavæli sammála hjörður þar Þið verður breytt strax og við fyrir komið til Malmö Facebookarhópur Hvað heitir hann? Hvað getur skráðum inn? Bara við viljum fá ferðalók aftur. Já, ferðalókin aftur inn Já. Undirskriftalisti Ég er mikill reymsmaður og ég er ánægð með þessa breytingu. Þú bara stjórnar engu í þessu Herru, Herru, takk fyrir okkur sjáumst á þriðjudaginn, sama tíma. Já.